Þið vitið þegar maður sendir svona texta alveg mánuði áður, þá stundum aðeins svona, það ekki búið að breytast on the way, en það sem ég ákvað að gera að ég ekki að fara að tengja þetta við íslenskan raunveruleika, mér varst ekki passa einhvern veginn hér. Þannig að ég ætla að fara að sýna ykkur trendin bara og dæmi svona erlendis frá. Ég held að við þurfum ekkert að vita endilega hvað gerast hér, við vitum það öll hérna. En já, ég er ráðgjafi í stefnumótun og stjórnun hjá Capacent og þegar við erum að fara að vinna með fyrirtækjum að búa til framtíðarsýn, þá þurfum við að vita hvað gerast í heiminum. Það ekki nóg að setjast bara með viðkomandi fyrirtæki. Og þess vegna höfum við, ég og félaginn minn Magnús Orri Schram, við höfum verið að sérhafa okkur í því að skoða trend. Og erum sem sagt að vinna með fyrirtæki sem heitir Trendwatching og breskt fyrirtæki og ég segi ykkur betur frá því. En ég ætla að byrja á að sýna ykkur þessa mynd og það svona sérstakt mission hjá mér að koma kettinu mínum að í öllu sem ég að gera þessa dagana. Ég fékk hennan kött í desember og ég hef aldrei átt gæludýr á því að taka fram og þetta bara alveg búið að vera stór ástin í lífinu mínu. Allir í kringum mér komin með ógeð af mér og núna til líka, bíðið bara. Og vinnufélagarnir, viðskiptavinirnir, fjölskyldan líka. Ég gaf dóttur minna kött en núna á ég dálítið mikið í honum. En ég sýni ykkur á eftir hvernig ég tengi hann þessum trendum. Þessir deplar hérna, þeir sýni ykkur umverulega alla staðina sem að Trendwatching með agenta. Fólk sem að spotta trend og með innlegg inn í upplýsingaveituna sem að þeir halda utanum. Og hérna eru bara nokkrar svona greinar þar sem verið að vitna í fólk frá Trendwatching. Og þannig að þetta ekki bara ég og Magnús Orri sem að sitjum og pælum í hvað að gerast í heiminum, heldur erum við að byggja þarna á gagnagrunni sem að þessir 3000 aðilar eru að leggja hönd og plóg með. En hvað eru trend? Það þessi breyting af hegðun, viðhorfum og væntingum fólks. Hér ég ekki að fara að kynna fyrir ykkur nýjustu tækni. Við erum hér á ráðstefnu þar sem ég held að flest ykkar þekki það jafnvel betur heldur en við. Það sem ég ætla að sýna ykkur hvernig þessi tækni tengist raunverulega trendunum og hvernig hún notuð til þess að gera líf okkar betra og hvernig hvað fyrirtæki þurfa að hafa í huga þegar að þau eru í vöruþróun. Trendin líka, þetta þess ný tækni. Svo ég orði að þannig það sem sagt grunnþarfirnar okkar, þær breytast ekki neitt. Þær eru alltaf þær sömu. En það raunverulega tæknin sem hvaða áhrif hefur hún á hvernig við uppfyllum þær. Það það sem við erum að fara að skoða hér. Og þessi mynd lýsir vel hvernig við höfum alltaf þörf fyrir það sama, það eru bara nýjar leiðir sem að upplifa þessar grunnþarfir. Og það þessi nýja tækni og ég meina það ekkert nýtt til dæmis að horfa á YouTube-myndbönd. En þarna sjá það 200 milljón klukkustundir sem Bandaríkjamenn eyða á YouTube. Og byrju, hvað þeir að skoða? Jú, eitthvað sem bara uppfyllir svona grunnþarfir eins og how to kiss. Og það akkurat þetta sem raunverulega trendin fjalla það bara hvaða nýju leiðir eru til sem að uppfylla þessa grunnþarfir okkar. Og trendin ekki tísku, það má alveg vera eitthvað svona ljótt, en bara það svo framalega sem það uppfyllir grunnþarfir einhvers. Þetta ekki svona trendmyndir einhverja, hvað að gerast á netinu. Reyndar þessi mynd, að þegar hún var að birtast, þá var ég nú sjálf að keppa við mest skoðað, ég held að hafa verið á DFF. Þannig að ég hefði alveg til að hafa myndarassir frekar. En þetta heldur ekki bara tækni, eins og ég sagði ykkur. Alls ekki. Tæknin bara svona added value. Þetta það, grunninn. Sem sagt, yfirvofandi breyting á hegðun, viðhorfi eða væntingum neytenda. Þessi mynd lýsir vel því sem gerist hjá mörgum fyrirtækjum. Það líklega fyrirtækin sem ekki hér í dag.
En trendin hjálpa okkur við, ekki bara mæta þörfum neytenda, heldur að sjá fyrir hvað gerist næst. Hvernig getum við verið viðbúin, hvað vill neytandi næst? Og hérna sjáum við trendin, þetta eru 16 svona megatrend. Og við förum alltaf eftir þessum trendum þegar við erum að vinna og undir þeim eru svo fleiri trend, og endanum eru það raunverulega 100. En þessi 16 megintrend, þau breytast ekki nema bara á einhverja 10 ára fresti. En undir trendin þau breytast ört. Það meira svona sem gerist breytist á frá milli ára og jafnvel svona 2-3 ára fresti. Og núna ætla ég að taka ykkur svona í smá ferðalag. Ég ætla að sýna ykkur nokkur megatrend og einhver undirtrend og það svona algjörlega valið að handahófin. Ég reynir svona að tvinna inn tækni, af því við erum mjög tæknir ráðstefnu. En ég sýni ykkur þá raunverulega hvaða trend þetta og svo dæmi fyrirtæki eða vöru sem passar akkurat við það trend. Og ef við byrjum bara á Human Brands, ég hef þetta á ensku, þetta var eitthvað svo kjánalegt þegar vorum að þýða þetta á íslensku. Ég veit að það verið jafnfætis enska og íslenska, þannig að ég vonaði að afsaki það. En Human Brands, það bara, nafni segir allt. Við viljum eiga viðskipti við fyrirtæki sem hegðar sig vel. Alveg eins og við viljum umgangast fólk sem hegðar sig vel. Við erum farin að líta allt öðrum augum á fyrirtæki. Hérna mjög gott dæmi. Þetta skemmtiferðaskip sem að sigla í Karabíska hafinu og í staðan fyrir að stoppa og fara að kaupa minjagripi eða fara í skoðunarferðir að þá fer fólk og vinnur fyrir góðgerðarsamtök á staðnum. Þannig að það fer í snekkjuna þar sem það hefur mjög notalegt en alltaf þegar stoppað þá leggur það eitthvað fram til samfélagsins. Og hérna the unfair menu. Þetta frábært framtak. Þarna borguðu karlar meira heldur en konur. Konur þurftu að borga bara 70% af verðinu til að endurspegla launamun kynjanna. Og auðvitað var þetta oft konflikt þegar fólk kom, en leið og þetta var útskýrt, þá fannst öllum þetta bara mjög skemmtilegt og þetta var bara mjög góð vitundavakning fyrir samfélagið. Og svo þetta sem við kallum two-way transparency. Þið þekkið þetta örugglega á Uber. Það sem það ekki lengur bara þannig að við séum að reyta fyrirtæki, heldur þetta komið svona gagnkvæmt og gagnkvæm samskipti. Það ekki bara svona einhliða samskipti. Hérna þetta fyrirtæki, útvistarfyrirtæki, bandarískt, sem með 120 verslanir. Og þau á það sem við kalla Black Friday, þegar allir að koma að versla, gáðu öllu starfsfólkinu sínu frí og þau fóru öll bara út í fjallgöngur. Því að það jú það sem fyrirtæki gengur út á. Og öllum fannst það bara frábært af viðskiptavinunum, því að þá sáu þau bara að þeir sem að vinna þar, þeir eru að stunda að vera íþróttinu sjálfir. Og þeim fannst þetta mjög jákvært, gagnvart fyrirtækinu, því að fyrirtæki þá greinilega sinna starfsmennu sínum vel. Og þá þýðir það að þetta gott fyrirtæki. En hérna kemur alveg svona algjört uppáhald hjá mér, sérstaklega því ég hef mikinn áhuga á ferðamálum. Og þarna verið að taka raunverulega Uber-pælinguna miklu lengra. Og þetta hótel sem reytar viðskiptavini sína. Og ég ætla að sýna ykkur myndband sem segir alla söguna. Over 5 million Australians admit to bad behaviour in hotels. 400,000 people confess to trashing a hotel room. The chicken skin incident. It was on the floor, it was on the walls, it was in the sheets. It was some sort of fetish. A couple of rabbits, a couple of dogs. It was horrific. We get people screaming in our faces, throwing things at us. That's where we draw the line. If it's not bolted down, guests will try and steal it. In 1 year, our hotels lose clocks, remotes, irons, coat hangers and batteries to theft. Yet these same people tear hotels to shreds on review sites because, after all, everyone's a critic. So we decided to turn the tables. Introducing reverse reviews. In a world first, the Art Series Hotel Group reviewed guests. How? Meet our undercover reviewer.
For 6 weeks, he hid in plain sight amongst our 5 hotels, observing, judging. If it happened, he saw it. Guests who opted in got reviewed. Those who were good won a free night. Those who weren't were publicly shamed, because over 600 reviews, good or bad, were posted online. The Dapper Graham spoke the Queen's English, chatty upon entry but quiet on the way out. 3 stars. A truly atrocious guest. 1 star. And then it took on a life of its own. The Art Series Hotel. Art Series Hotel. Introducing a review which gives staff the chance to rate customers. Now to a chain of hotels introducing a rating system. Joining us now is Ryan Tuckerman from Art Series Hotel. With over $1.4 million in earned media from a $60,000 budget. Even the world's most exclusive hotel wanted a piece of the action. I personally find this very exciting and would also be interested in implementing it in our property. But did it work? Direct bookings, up. Booking revenue, up. Website visits, up. Facebook visits, up. The big discovery? Reverse reviews affected real behavioural change. Across all our hotels, behaviour complaints were down 25% and items stolen, 0. Staff were happier and so were the customers. So what did we learn? It pays to behave with the Art Series Hotel Group. Við höfum rætt þetta við nokkur hótel sem við höfum verið að vinna með og það hefur enginn þorað að fara þessa leið ennþá, en ætla sé ekki tíma spursmál hvenær við verðum öll komin í þetta. Síðan það Universe. Þetta mjög skemmtileg trend. Við erum orðin svolítið sjálfhverfari heldur en við vorum og við viljum svolítið að það sem við erum að kaupa svolítið sérsniðið okkar þörfum. Og við erum líka bara orðin vön því. Það nú þannig að við erum með Facebook-prófíl og Instagram og við erum einhvern veginn búin að birta svo mikið af upplýsingum okkur alls staðar að við ætlumst hreinlega bara til að fyrirtæki viti allt okkur. Hérna dæmi frá Sprite, þar sem að fólk gat sent raunverulega Snapchat reikningi sinn og hann gat birst á Sprite-dós. Mjög skemmtilegt dæmi. Þetta sem sagt skemmtilegt ferðaþjónustudæmi. Þarna þetta í Ástralíu og þarna var búið að tengja sem sagt myndavél. Ég verð að viðurkenna, ég skil ekki alveg þessa tækni, þá ég búin að reyna aðeins en það örugglega flestir hér sem skilja það. Þá það þannig að ákveðnum stöðum í Ástralíu gastu tekið selfie og þá var það svona eins konar panorama, þannig að það kom mynd af þér og svo landslægin við hliðina. Frábær hugmynd hérna fyrir okkur sem erum endalaust að reyna að gera betur í ferðaþjónustu. Síðan það Local Love og þetta náttúrulega eitthvað sem við þekkjum vel hér og hefur verið í gangi hér í ansi langan tíma. Það þetta hérna úr héraði, maturinn hans ekki koma langt frá, lopapeysan koma aftur í tísku og allt þetta sem við erum einhvern veginn að horfa meira og meira á að lyfta upp því sem við höfum hér. Við erum ekkert endilega alltaf að horfa á þessi betri útlandum. Og hérna dæmi frá McDonald's. Þetta var í Ástralíu líka. Þarna var hægt að nota símann sinn til að taka mynd eða skanna og þá fékkstu vita hvaðan hráefni kom í hamborgarann. Þá fékkstu bara vita nákvæmlega hvaðan hvert og eitt, hvaðan kálið kom, hvaðan kjötið kom og svo framvegis. Og þetta náttúrulega mjög verður örugglega þróunin að fólk vill bara vita nákvæmlega hvaðan allt kemur sem það að borða og láta ofan í sig. Og hérna sem sagt dæmi þetta í Chile og þarna Nóbelsverðlauna að höfundurinn þeirra gert hátt undir höfði á 70 ára afmæli og þarna lest sem sagt sett með myndum af henni og texta. Og þetta fannst mér lýsa bara dálítið vel akkurat það sem við erum líka að gera hér. Við erum svo mikið núna allt í einu að fatta sögun okkar og draga hana fram. En annað sem hefur gerst í þessu Local Love að við erum rosa mikið að hugsa heimahagana og okkur það sem að gerast hér, en við þurfum líka að hugsa það sem að gerast í heiminum. Og það náttúrulega misjafnar skoðanir á því, það náttúrulega ekki að fara yfir það hér, en það hefur þróast þannig að tæknin hefur verið nýtt til þess að reyna að taka flóttamanna straumnum og þetta eru nokkur dæmi frá Þýskalandi og þetta eins konar Airbnb fyrir flóttamenn. Þetta var sett af stað síðasta haust
Og þarna sem sagt matsað þeir sem að vilja bjóða flóttamanni heim til sín og flóttamenn sem vanta heimili. Og það voru einhverju 260 flóttamenn sem voru búin að fá heimili í gegnum þetta app. Og síðan annað, þetta vefsíða, þar sem að fyrirtæki geta skráð sig og boðið flóttamönnum vinnu. Og þarna var svona miðlum þar sem fólk var bara að, og það voru mjög mörg fyrirtæki sem skráðu sig á þetta. Og ég var ekki með tölur hvað voru margir búnir að fá vinnu, en þetta hefur gengið mjög vel. Þetta app sem var sett upp fyrir flóttamenn, þannig að þegar þeir koma til Þýskalands þá fá þeir upplýsingar hvar allt öll þjónusta og svo framvegis. Þannig að þeir geta fundið allt í appinu hvernig þau bera sig að og svona í daglegu lífi og eins fyrir stjórnsýsluna hvert á að leita. Síðan það frá Google að þau fundu fyrir því að í Þýskalandi að allt í einu var bara stökkbreyting á eftirspurn eftir þýðingum yfir á arabísku. Þannig að það sem þau gerðu að þau þróuðu þann þátt aðeins lengra. Þannig að það var nóg að bara að láta síman við setninguna eða við það sem þú vildir vita og þá þýddi það leið. Þú þurftir ekki að fara að skrifa inn til þess að reyna að koma til móts við það fólk sem þurfti á því að halda. Þannig að tæknin nú aldeilis líka að gera lífið betra. Svo þetta sem infolust, þetta rosalega flott orð. Og á íslensku höfum við kallað þetta upplýsingalosti. Mér finnst það samt rosalega skrítið orð. Það einhvern veginn fallegra að segja infolost. En þetta náttúrulega bara þessi þörf sem við þekkjum öll hér. Við viljum bara fá upplýsingarnar núna. Við viljum ekkert vera að lesa eitthvað í blöðunum á morgun þar sem við vitum að við getum ekki að vita strax. Og hérna nokkuð góð dæmi og þetta líka svona dæmi sem að gera líf okkar og samfélag betra. Þetta sem sagt app fyrir fólk sem þunglynt og glímir við það að geta ekki alveg fara á stað, það með kvíða og það þarf að láta skipuleggja daginn fyrir sig. Og þetta app gerir það. Þá bara ferðu inn í appið og það skipuleggur fyrir því nákvæmlega hvað þú átt að gera þann dag, auðveldaði lífið. Og þetta hefur virkað mjög vel. Síðan þetta var svona tillaga, hvað kallað á hackathon. Það voru einhverjir hér verið þar síðasta ári. Og þetta sem sagt, þetta app. Þetta fyrir fólk í þróunarlöndunum og segjum að ég lendi í því að félagi minn sé bara að kafna. Þá get ég sent bara á mínu máli það og mínu tungumáli og þá kemur strax á mínu tungumáli tilbaka hvað ég á að gera. Og ef þetta mjög alvarlegt þá ég tengd við sem sagt neyðarlínu ef hún á staðnum. En þetta svona til þess að reyna, þetta svona skyndihjálp. Og þetta hér algjört uppáhald. Þessi unga stúlka að hún fann upp þetta app og við höfum mikið heyrt tala hér svona hvað heitir þetta ekki, netelti, einelti á netinu. Og ef að fólk, unglingar, þetta aðalhugsa fyrir unglinga, ef þau downloada þessu appi sem heitir Rethink, að þá varar þið við. Ef að ég að fara að setja fram einhver svona hatursáróður eða skilaboð sem vond á netinu, að þá komum við skilaboð, viðvörunarskilaboð. Ertu viss að þú viljir senda þessi skilaboð? Þannig að þetta svona eitthvað öryggisnet til þess að passa upp á okkur. Náttúrulega fyrir þá sem að vilja passa sig. Og svo það Status Seeker sem líka mjög skemmtilegt. Við vorum alltaf að kaupa okkur status í ráði fyrir með því að fólk vildi fá dýra bíla og vera á flottustu hótelherbergjunum og já, allt svona það sem var eitthvað svona hlutir. Núna statusið meira frá því sem þú gerir. Það sem þú upplifir og við til dæmis Íslendingar líka njóta góðs af því. Það þykir mjög flott að koma hingað. Það upplifun að koma vera að gera eitthvað annað heldur en það sem allir hinir að gera. Allavega eins og kannski verður ekki þannig seinna. Og kem ég aftur með einhverjum ketti, þannig að það hlaut að koma því. En þetta sem sagt í Japan auðvitað og þarna gátu sem sagt eigendur gæludýra að fara út að borða með gæludýrinu sínu. Og ég myndi svo vilja fara út að borða með Harry mínum. Hann Harry, prins Harry, kötturinn minn.
Þannig að ég hefði pottet verið viðskiptavinur þarna. En allt sem svona sérsniðið og öðruvísi. Þarna sem sagt, það var verið að sýna Charlie and the Chocolate Factory, þetta var í London. Og þetta var bara sérstök sýning og það sem að þú fékkst svona gourmet málsverð með. Og það var alltaf í svona, við ákveðnum atriðum, þá var stoppað og borðað og það var einhvern veginn hluti af upplifuninni að hvað þú værir að borða. Og svo það þessi tilfinning sem við höfum alltaf fyrir að vilja vera hluti af einhverju samfélagi, vilja tengjast öðrum, upplifa það sem aðrir eru að upplifa líka. Og þetta hér mjög gott dæmi frá MIT. Þetta sem sagt app þar sem þú getur fengið að prófa líf einhvers annars í 20 daga. Og þá bara, þá ferðu bara á hverjum degi guide hvað þú gerir og þú fer bara og lifir líf einhvers annars. Svo eftir 20 daga þá megið þið tala saman, en þið hittist ekkert áður eða einn samskipti. Og þá getið þið þakka fyrir og svona reflektað á hvernig líf hvers annars Og svo það þetta SIP Economy, þið þekkið þetta nú hér. Og það þessi celebrities sem eru komnir á samfélagsmiðlum, sem eru gríðarlega valdamiklir. Og þetta það 170.000 svona YouTube frumkvöðlar, mætti alveg segja þessi frumkvöðlar flest, sem eru með meira en 100.000 áskrifendur. Það alveg svakaleg tala. Þetta fyrirtæki, það tengir saman alla þessa beauty-bloggara sem eru orðin svo stórir og snyrtivörufyrirtæki. Og þau heldur svona ég ætla að svipa á Eve Online Fanfest, nema bara fanfest fyrir snyrtivörur og bloggara. Og svo það Playsumers. Við viljum líka hafa gaman, við viljum að það skemmtilegt það sem við erum að gera og ef fyrirtækin ekki að skemmta okkur þá nennum við þeim ekki. Það svolítið þannig. Þetta finnst mér alveg æðislegt. Þetta Lego inniskór. Það svo vont að stíga á Lego-kupa. Það hræðilegt. Þannig að ég hefði viljað eiga svona. En þetta voru 1500 stykki sem voru gefin út og þetta var eitthvað svona afmælisútgáfa. Þannig að einhverjir 1500 mjög heppnir einstaklingar eiga þessa inniskó. Og svo ætla ég að sýna ykkur annað vídeo og þetta mjög skemmtilegt þar sem það var gert núna áður en að Star Wars myndin kom út og þarna verið að þessi upplifun að fara út í búð, ég þekkjum örugglega flest að þurfa að fara í bónus klukkan 5, það bara hræðilegt. Og hérna mjög skemmtileg svona stórmarkaðs upplifun. Það alltaf gaman að fara í bónus og geta bara vera að versla eins og Jedi. Og þetta hér bæði fyndið og líka scary dæmi. Þetta svolítið stóri bróðir. En þetta sem sagt flugfélag, þau voru með afmæli fyrir þennan fluglegg og þá var það þannig að þegar að viðskiptavinir komu, þá beið þeirra sérstakt tímarit í sætinu sem var sérsniðið af þeim og þau. Fyrir hvern og einn. Og við ræddum þetta mjög mikið, ég og félagi minn, þegar við höfum verið með þessa fyrirlestra. Stundum höfum við þetta ekki inni, af því að þetta alltaf svolítið svona mikið stórubróður líka. En þetta var gert bara svona
við sérstakt tækifæri. Og þetta náttúrulega mjög skemmtilegt hugtak. Við þekkjum það flest, þetta livestream prisoners, maður bara fast við síman og það bara rosalega erfitt að líta upp. Og þeir sem unglinga þekkja þetta náttúrulega mjög vel. Og við sjáum 2 dæmi. Þetta á Póllandi, þar sem þau sáu það náttúrulega eins og bara í flestum löndum, unglingar hreyfa sig minna og eru mikið náttúrulega online, að þetta app, tónlistarapp og það virkar ekki nema þú sért á hreyfingu. Þannig leið og hættir, þá hættir að virka. Og þetta svolítið svona sama hugmynd, Reebok var með þetta var í Kóreu, í Suður-Kóreu náttúrulega, þannig ekki að taka það fram, að þar þetta var kvikmynd og við miðbygg kvikmyndarinnar að þá hætti hún og þá þurftu allir að fara að hlaupa á hlaupahjólinu til þess að láta hana ganga. Þannig að það krafðist þess að fólki hreyfði sig. Og síðast en ekki síst, hvað haldið að komi núna? Kannski eitthvað kött. En þetta náttúrulega bara snildaruppfinning og að sjálfsögðu mitt uppáhald. Ég búin að gera Instagram fyrir köttin minn, hann Prins Harry. Prins Harry the Cat, náttúrulega vil ég fylgjast með, sem ég rekna með allir fari að skráfa sig núna. En þetta stykki sem hann með framan á sér myndavél. Þannig að ég get sett þetta á hann og svo sendir myndavélinn bara á nokkura mínútna fresti eða klukkutíma, ég get bara ráðið því, myndir inn á Instagram-reikningin hans. Það til dæmis verið alveg óbærilegt fyrir mig að stunda vinnu eftir ég fékk mér Harry, vegna þess að ég get bara ekki hugsað mér að vera í burtu frá honum. Þannig að núna get ég bara fylgst með Harry á Instagram. Þetta frábært og svona tæknin. Takk fyrir mig. Hérna